Já, velkomin að Rauða borðinu á Samstöðinni klukkan 8. Nú verða það fréttir hjá mér Sigurjón Magnús og María Lilja. Við ætlum að byrja hérna út í Kaupmannahöfn. Við sáum nú frá fundi Evrópusambandsríkjanna í gær. Nú voru fleiri Evrópuríki á fundinum. Og hér er frétt frá pólitíkan sem að skiljanlega hefur mikið náða þessu. Þetta eru þeirra Kristjánsborgarhöll. Og þannig er Donald Tusk sem er hérna forsætisráðherra Póllands. Og hann er að segja það að það er ekki Úkraína sem er í stríði, það er Evrópa sem er í stríði. Og þetta er svolítið stemmingin á þessu fundi. Já. Er ekki bara eitthvað til í þessu, er þetta ekki? Jú, það er náttúrulega Evrópa sendir vopna á, þetta er kallað proxy war, það sem að virðist vera að Úkraína og Rússland sé í stríði, en raunverulega á bak við Úkraínu eru hérna Evrópuríkin og Bandaríkin hingað til. En Trump hefur sagt að hann ætli ekki að leggja krónu í þetta meira, en Evrópuríkin geti keypt af sig vopn. Þannig að hann heldur áfram að styðja það stríð, en það sem þeir eru að ræða á þessu fundi er svona að Rússland sé með þessi drónar sem að flugu þarna við nálægt Kastrup, að það sé svona dæmum að Rússa séu raunverulega með innrás inn í Evrópu. Berlínsk líka fjallum þetta og þar er að segja frá því að Putin hefur svarað þessu og segir þetta sé bara einhver hystería í Evrópuleiðtogunum. En deilurnar eru þannig að sjáum við þarna í undirfyrirsögn, það er Orbán hérna í Ungverjalandi. Hann neitar að taka undir það sem er verið að leggja þarna til, er að taka peninga sem voru 20.000 milljarðar sem að er rússneska ríkið á í bönkum. Alveg. Og hann segir, ég mun ekki taka þátt í svona, ég á ekki þessa peninga, segir hann, ég er ekki þjófur. Og það er eitthvað svona, það er ekki alveg allir á þessar línu og meðal annars ekki Belgía, þar sem peningarnir eru geymdir. Þeir eru eitthvað efins að taka þátt í þessu, það getur haft afleiðingar fyrir Belga, það getur orðið svona fall í trúverðuleika. Aðra þjóðir munu þá í framtíðinni aldrei geyma peningi í Belgíu því að Belgarnir getur tekið það. En þetta er eiginlega hugmyndin í Evrópu er það að taka þessa peninga, lána þá til Úkraínu til þess að sé hægt að kaupa vopn frá Bandaríkjunum. Þannig að peningarnir færa þá bara til Bandaríkjanna og við sögum frá því í gær eða fyrirtæki, ég man ekki hvort það var. Þegar Trump var að ávarpa hershöfðingjana, þá var hann að segja það að hann var að ná svo góðum vopnadílum í Evrópu. Hann var að segja það við vopnaframleiðendur í Bandaríkjunum, nú verður þið bara að keyra vélarnar áfram, að ég er að koma inn hérna með hellinga pening til þess að framleiða og þetta verður hluti af því sem að mun nýta undir efnahag Bandaríkjanna, eru gríðarleg vopnakaup. Ef að verður ekki samstaða hjá Evrópuþjóðunum að taka þennan pening, að þá getur nú komið eitthvað högt á þetta, því að ég held að fæsta þessu ríkjum hafa raunverulega efnahagslega burði til þess að fjármagna kosta stríð sem er engin endir fyrir sjáanlegur. Ég held að þó að Trump tali núna, hann haldi að Úkraína getur unnið allt land tilbaka og meira til, eins og getur ráðist inn í Rússland, að þá held ég að það sé engin svona, það er ekki byggt á herfræðilegu mati. Frekar margt annað úr þeim ranni, sko. Já, hann bara tekur undir það sem Evrópuþjóðirnar hafa verið að segja og hann segir bara, jú, það er hægt að gera þetta því hann sér fram á að því lengra sem að stríði verður og að því meira græðir hann á því að selja vopn til. Kristrún Frostadóttir var þarna í dag á fundi, það voru fleiri Evrópuríki sem komu núna seinni daginn og ég heyrði hana, ég held að það verið í kvöldfréttum Ríkisútvarpsins þar sem hún sagði að Íslendingar myndu taka þátt í einhver svona vörnum, drónavörnum, það er svona, veit ekki alveg hvað í því felst, hvort að ég að búa til eitthvað svona hjúp yfir Evrópu, þannig að þetta drepa alla drónar sem að koma þaðan, en það er náttúrulega þetta skjóta inn drónum innan frá Evrópu. Já, það verðist verið það sem að hefur verið að eiga sér stað allavega á Norðurlöndunum, að drónarnir komu innan frá, en svo veltum að fyrir sér hvað græði Íslendingar á því, allavega verði við undir sama kúpli og öll Evrópa, við erum svolítið landi burtu. Það er annars getur verið að við ætlum að búa til loftvarnir eins og Þorgerður Katrín var að segja hérna í gær og við sögum fréttir af, eða þá að sé litið á það að varnir Úkraínu
eða varnir Eystrasaltslandanna eða Póllands gagnvart Rússlandi séu raunverulega okkar varnir og þess vegna verðum við að taka þátt í að byggja upp loftvarnarkerfi í Póllandi eða Finnlandi eða þeim löndum sem óttast mest að Rússarnir sækja. Nú Danirnir óttast mjög mikið árásir frá Rússum núna. Já, eftir þetta. En Zelenski hann vil bara koma með námskeið. Hann sé þetta svo góður í þessu. Já. Þessi vanir að eiga við... Sem örugglega rétt hjá hann, því að úkraínski herinn náttúrulega örugglega, ef að við verum svona herráð hérna, þá myndum við segja að úkraínski herinn veri besti her í Evrópu. Því að þýski herinn, hann hefur enga reynslu af bardúðum eða ítalski herinn eða danski herinn, ég tala ekki um það. Danski herinn held ég að ekki barist ekki á þessar öld og ekki síðustu öld heldur. Þeir kunna bara gangi í takt eða segja það neitt. Já. Herðu, þetta var ástandið í Danmörku. Hérna RÚV, svo við vorum vitni þá áðan, þeir voru með svona fyrsta fréttin hjá þeim, bæði í sjónvarpi og útvarpi var að viðtal við umboðsmann skuldara sem segir að það sé meiri ásókn fólks að leita eftir aðstóðar. Áður var það þannig að það voru fyrst og fremst leigjendur sem voru í vandræðum, en það eru þeir með hæsta húsnæðiskostnaðinn, en vegna skuldbreytinga lána eða þegar fastir vextir falla og allt í einu koma okurvextirnir sem er í gangi núna, að þá keyrast mörg heimili niður í stórkostlega vanda. Og nú sá hópur orðin sá sem er í mestu vanda. Í því felst ekki að leigjendur séu minni vanda. Nei, það eru leigjendur að greiða niður þessi sömu lán í mörgum tilfellum. Já, í gegnum, já. Í rauninni, sko. Þannig að það sem hefur verið talað svona, muni getur með snjóhengjan, var þetta að byrja að kalla þetta? Já. Að hún er komin inn til hérna... Umboðsmannskuldara. Það er inn á borð. Og þar, fréttin er náttúrulega það að það er svo mikið að gera. Þeir eru búin að bæta við tveimur starfsmönnum. Það er svo mikið að gera að biðin, eins og fréttin var það bið í 1 ár eftir að fá samtal. Já, og gangið þeir bara vel að bíða óvarin gagnvart innendum mönnum banka og lánafyrirtækja. Já, úti bara í fullt og trekki bara alveg, bara heilt ár. Já, þú missir húsið. Það er bara... Þú myndi ekki lifað af. Það er bara þannig. Það slefa einhverju núna maður sem alltaf komast yfir þetta. Já. Það náðu þessum eignum. Að ná þessum eignum af fólkinu. Já, bara. Herðu, við skulum fara til Gaza. Það er gera ástæða. Við skulum fara til Gaza, það er hérna frétt úr Haaretz. Já, Ísrael af þessum frelsisflotanum sem að Magastína er nú partur af að þessi skip sem að voru komin hann næst, voru komin í rauninni á hafsvæði Gaza eða Palestínu. Þau voru öll tekin höndum í nótt, þetta veru 400 manns alls þar að úr heiminum. Og Ísraelar segja að þeir munu ekki skaða þetta fólk með nokkrum hætti, það verði hann í haldi og sérlega yfirheyrt en þeir ætla að flýta sér að senda þetta fólk bara aftur til Evrópu og Bandaríkjanna og Suður-Ameríku og allt þetta. En það er það eru mótmæli víða út af þessu og verkalýðsfélög á Ítalíu. Þau ætla að fara í allsherjarverkfall á morgun og ég held að sé við erum með Við veist bara frétt sem að þú ert eiginlega búin að fara yfir að næsta frétt kemur frá Ítalíu. Já, einmitt. Það er sendibúði kvöldsins með þessa frétt. Já, akkurat. Meloni, hún vil meina að þetta sé ólöglegt verkfall og fyrir vikið þá þustu þúsundur út í öllum helstu borgum Ítalíu og þar eru búið að taka yfir lestarkerfi og það eru bara óerðir víða á götum á Ítalíu akkurat núna. Í framhaldi af þessu. Það sem almenningur að krefja þess að ítölsk stjórnvöld beiti sig harðar í þessu málum. Já, og ég held að sé mikið reiði á Ítalíu einfaldlega vegna þess að Ítalir lofuðu svolítið upp í ermina á sér, sögðust alltaf fylgja þessum flota alla leið og sendu þarna freikátu og voru svolítið svona sýndu flott frumkvæði. En hættu leið og Trump héldi blaðamannafundi. Já, og gerðu í rauninni að margra mati illt verra. Þau hafi tekið undir kröfun Netanyahu eins og hann sé eitthvað málsmetandi í þessum deilum þegar ljóst er að hann er að fremja þjóðarmorð. Þannig að það eru líka... Ég hlusta á hann.
Já, og það einmitt og Ítalennir ætlaði bara ekki að láta bjóða sér þetta. Það líka mótmæli á Spáni, við erum með frétt hérna frá El País, þar sem að 1000 manna mótmæla bæði í Barcelona og Madrid til stuðningsfrelsisflóttanum og gegn ríkisstjórn Netanyahu. Og það ég tók hérna saman, það eru sko mótmæli, það eru Gríklandi, Spáni, Svíþjóð, Belgíu og Ítalíu, svo eru í Suður Ameríku, það eru í Tyrklandi og þannig að þetta svona, þetta orðið að, ég veit ekki, margir segja svona Palestína sé kannski svona síðasta hálmstráið eitthvað neginn, svona í stríðinu gegn imperialismanum. En almenningur stendur með Palestínu þótt að stjórnvöld gerir það mjög treglega. Já. Ég ætla að skjóta inn einni frétt af mótmælum, þetta er frá Frakklandi, þeir eru ekki að mótmæla þessu. Þetta framhaldsmótmæli, voru með mótmæli í síðustu viku, þar sem að mættu 550.000 og var svona deilt í pressunni hvort að þetta veri árangursríkt eða ekki. Nú er aftur mótmæli, þeir eru að mótmæla fjárlagafrumvarpinu, nú mættu færri en Liberasjón nú að halda því fram að það sé mikill árangur að þessum mótmælum eftir sem áður. Ég vildi bara skjóta þeim hérna áfram. Þannig að við skulum halda áfram á Gaza. Hérna er frétt frá... Já, og það eru bara að áfram sko ríki heims og svona amnesty og þessar mannréttindahópar keppast að bara fordæma það að allt þetta fólk hafi verið tekið höndum. Greta Thunberg hérna meðal og barnabarn Nelson Mandela, kom illa við marga. Hérna er svo frétt frá Guardian, þar sem að Guardian eins og margir fjölmiðlar eru svona að reyna að spá í það hver vera viðbrögð Hamas við þessu tilboði, Trump og Netanyahu. Og þeir segja þarna að líklegasta niðurstaðan verið þannig að þeir óski eftir sko breytingum á einhverjum ákvæðum, þannig að þeir segja ekki bara nei, eins og Trump segir þessi tilboð, þannig að tekur þetta að hafna þessu, en þeir munu ekki gera það. Þetta er svolítið í takt við það sem var í viðtalinu mínu við Hilmar Þór Hilmarsson, þar sem hann var að spáði eiginlega hvernig þið gætu svarað þessu, því þetta er náttúrulega eins og við stundum kallað dónatilboð. Þetta er bara ekki nokkur möguleiki að Palestínumenn geti samþykkt þetta, en hann sagði það að þóttu fengir sko ömurlegt tilboð að þá er kannski að það ekki að vera tjáði það, en þú segir bara nei á við erum til í að svona lagfara ýmislegt í þessu og reyna að koma í gang einhverjum viðræðum og þá náttúrulega ef við lifum í eðlilegum heimi að þá væri markmið Hamas að hefja viðræðunar og semja það að yrði vopnahlé á meðan og fólki fengi mat. En líklega lifum við ekki í venjulegum heimi, þannig að Netanyahu og Trump eru ekki til í að búa til slík umhverfi til þess að séu raunverulega samningar. Þeir ætla ekki að semja við Hamas. Þeir ætla ekki að semja við Hamas og ég held að það sé líka ljóst fyrir þetta tilboð. Það er auðvitað ekkert gert til þess, það er gert til þess að ýta undir það að Hamas segi nei, sem er það sem að Ísrael segja að Hamas geri alltaf. Núna er þetta einhvern veginn svona alþjóðasviðinu. Þess vegna munum við líklega ekki segja nei, en það við getum ekki gengið að þessu, en eins og við erum mjög til í að ræða þarna hvort það sé geta breyta þessu og þessu og þessu. Akkurat, og þeir vilja, það er svona aðalega þessi hernaðar í hlutun Ísraela sem að þeir vilja ræða og eins skipting Gaza eftir á og svo líka þetta með að afhenda öll vopn því að það er bara hvergi raunhæft. Þeir sem verið að myrða, þeir verði með skilyrðislausa uppgjöf. Fólk sem á ekkert og getur ekkert. Nei, þetta tilboð er náttúrulega hlægilegt og alveg til skammar á Vesturlöndum að menn hafi tekið undir þetta á fyrstu klukktímanum. Heyrist það nú vera eitthvað leitað að breytast? Já, ég veit að Amnesty og fleiri... Fólkið í Evrópu? Já, fólkið í Evrópu er alveg breyla. Það sér í gegnum þetta. Það er bara göttu, bara mótmæla. Herðu, við slúum samtök atvinnulífsins er með aðalfund. Já. Og með þetta heitir náttúrulega samtök atvinnulífsins, en það er náttúrulega til þess launafólkið er ekkert í þeim samtökum, en til er auðvitað atvinnulífinu. En það er meðast þetta svolítið yfirskriftin á fundinu vera krafturinn sem knýr samfélagið og það er líklega þau eru að lýsa sjálfum sér. Já, fyrirtækjunum. Og þeir upplifa það að þeir sem eiga fyrirtækjunum stjórna, að þeir séu krafturinn sem knýr áfram samfélagið. Það er svolítið svona
alltaf svolítið hrókafullt þetta þessi hópur. En verður ekki formanna, eða búið að vera? Já, það er eitthvað svona, en það er bara, það var eitthvað kall með bindi og það mun koma kall með bindi í staðinn, ég skal lofa því. Morgunblaðið hittað upp fyrir þessu með því að vera með á forsíðunni sinni versnandi umhverfi útflutnings og var vitnað þarna í Sigríði Margréti sem er framkvæmdastjóri í Samtaka atvinnulífsins og það var vísað inn í nánari umfjöllun sem að er eiginlega fjármögnuð af Samtökum atvinnulífsins, það könnun sem Gallup gerði fyrir þau og við erum með mynd af því og þarna er eiginlega, og ég var að skoða þetta og ég sé ekki alveg að þetta standist þessi niðurstaða, þetta sé svona versnandi umhverfi útflutnings, þannig að ef þið sjáu þetta að þá eru náttúrulega ívið fleiri sem að ætla til dæmis ekki að fara út í fjárfestingu, en það eru önnur fyrirtæki sem ætla að fara út í fjárfestingu, þannig að ég myndi draga það ályktun að það veri svona ívið lakari staða út á óvissu heldur en hafði áður verið. Ég myndi ekki taka svona hart í. En svo að því við höfum verið að ræða hvort að fjármagnskostnaður sé að kæfa fyrirtækin, að þá er það helstu ástæður þeirra fyrirtæki sem eru með minni fjárfestingu og þá segir bara aukin innlend óvissa og ekki þörfa sinni, það er eitthvað sem er búin að kannski standa í miklu fjárfestingum ætlar ekki að gera. En fjármagnskostnaður kemur þarna og það eru tæplega 40% þeirra sem er nefnir það sem segja það. Þannig að það er ekki, að við höfum verið svona að geta okkur til það, hvort að atvinnulífið verði bara kappn út af fjármagnskostnaði. Það er ekki hægt að draga þær ályktanir af þessu. En það sem sýndir áðan, það er 70% þeirra tala óstöðuleika krónunar. Í mokkafréttinni sem var með. Já, það var undir fyrirsögn, 70%, sögðu. Það er að því að krónan er að styrkjast. 70% telja að styrking krónunar skaði útflutning. Það er bara no-brainer. Já, mér finnst það að vera opnin á Nei, þetta er að því að krónan er sterkar en evran, það er vandamálið. Að krónan hefur styrkt sér svo mikið að ef þú ert í útflutningi, þá færðu færri þá er innlendi kostnaðurinn orðið meiri heldur en tekjurnar sem þú ferð. Ok. Fíbli ég. Nei, að þú selur á dollarum og hann er verðminni. En óstöðuleikinn, það er ekki hvað til óstöðunum, það er styrkingu krónu, þeir eru að fara fram á gengisvellingu. Já, en svo er þetta að tala hitt með fjármagnskostnaðinn. Áðan voru að segja frá fólki sem býður í heilt ár eftir að komast í viðtali á umboðsmanni skuldara út af hverju? Út af fjármagnskostnaði. Já, en að því að við höfum verið að tala það stundum í fréttunum, hvort að hátt raungengi sé að kæfa atvinnurekstur. En það er náttúrulega, við vitum það að mörg fyrirtæki lifa í allt öðru vaxtaumhverfi heldur en almenningur, vegna þess að þau taka lán í erlendri mynt og eru að borga erlenda vexti. Þannig að vandamálið er miklu minna hjá fyrirtækjum heldur en hjá almenningi. Og þrátt fyrir að fyrirtækin birtist núna á þessum degi þar sem þeir halda sinn aðalfund og láta lítið út þess að þau séu ykkur stórkostleg fórnarlömb erfiðra efnahagsaðstæðna. Það er bara í könnunni sem að Gallup gerir hjá þeim og er að spurja þá sjálfa, þá er ekki alveg að draga þessar ályktanir. En auðvitað ef þú segir við þá sem eru í útflutningi og krónan styrki sig, það er eiginlega furðulegt að 100% sé ekki að þessi vandamál. Þannig að þeir eru þá er innlendi kostnaðurinn er meiri ef þú ert að selja í dollarum. En það er úr viðskiptablaðinni frétt þar sem að það er seljast ekki íbúðir og við höfum sagt að það seljast ekki vegna þess að vilji ekki lækka þær, þannig að ef það lækkar verðið þá fellur stokkurinn, að þú ert kannski með 50 óseldrar íbúðir eða þú ert með rísa leigufélag og allt í einu lækkar fasteignaverð, þá lækkar eignirnar þínar og að bankarnir vilji kannski ekki alveg sjá það að kannski eitthvað fasteignafélag sem er kannski bara með 25% eigið fé, að það getur bara fallið niður í 80% eitthvað eða verður skyntilegt verðfall á fasteignum. En Ásgeir er að segja þarna að verktakarnir geti bara vel lækka verðið. En það vitum við það, við höfum fjallað það að sé alltaf upp í 100% álagning á íbúðum sem er verið að selja. Að þú tekur allan kostnaðin sem er, svo leggjar 100% á það. Þannig að þú ert að kaupa... Þetta er svakalig staða, það er það. En ég veit alltaf að skjóta inn í norskri fréttina að þar eru fréttum að það sé verið að herja að Airbnb í Oslo og en einhver leyti þá gugnaði ríkisstjórnin á því að styðja þetta
og ég var að lesa þetta þarna og vandamáli sem þeir eru að horfa á að það að 8500 íbúðir í Oslo séu komnar inn í Airbnb og það sé að valdi miklum þrýstingi til hækkunar á íbúðaverði og leiguverði og ég var eitthvað veltaður að 8500 í Oslo, ég meina Oslo margfalt stærri borg heldur en Reykjavík en þetta ekki bara svipaða tölur úr Reykjavík? Jú, þetta eru þeim. Já, sko, ekki hlutfallslega? Nei, eru bara fleiri. Já, ég fletti upp mánaðarskýrslu frá í lok síðasta árs, það hefur ekki komið svona álíka samantekt, en 2024 voru tæplega 4000 íbúðir á höfuðborgarsvæðinu í útlegu Airbnb, tæpar 10.000 á landsvísu. Þannig að hlutfallslega þetta náttúrulega mikið verra hér. Mikið verra ástand. Ég ætla aðeins að tefja með því að kíkja. Það eru 725.000 mann sem búa í Oslo. Þannig við getið fljótt að regna þá það er svona bí út af ykkur sem kannski bara 5-6 sinnum stærri. Já, sem bara brot af vandanum sem við erum að fá. 30.000 og þeim þeir alltaf vera í samanstafu við. Já, og ég meina það sem var við skulum alltaf vera tossarnir í bekknum. Já, en þetta helst í hendur við þessar nýju og óseldu íbúðir. Það eru manneskjörnir sem að halda upp í þessum Airbnb-markaði, eru manneskjör sem eiga kannski 2-3-4 fasteignir. Þetta heldur upp í verðum og annað og það er svona. Sigurjón, þú ert þetta með frétta laxi. Já, þetta er reyndar, þetta er hvað heitir það, First Water í Þorlákshöfn. Já, Ölfusi. Já, og ég að segja bara af því ég var lengi til sjós, 50 tonna fiski er glás, Þetta er bara ein stöð, að mér finnst þetta svo ævintýralega mikið. Það er ekki langt að það verður framleitt meira af eldisfiski heldur en veiddur á Íslandi. Ég held að það sé ekki langt í það. Já. Ég held að normenni svo löngu færðu fram úr. Já, þeir eru konur fram úr. Já. En mér finnst og í heiminum, ég held að við sem komum í heiminum langt fram úr því. Það er miklu meira eldisfiski heldur en vildufiski. Hver borðar allan annan lax? Já, við sjáum þetta bara til dæmis eins og í matvöruverslunum hér og þar í Evrópu, Þetta er náttúrulega. En hvenær komið nóg? Hvenær komið nóg? Ekki bara ég lax og þannig að ég finnst þetta nú bara alveg hið fáránlegasta iðja, Þegar það var að springa út og það var sagt að laxin yrði eins og kjúklingur hafsins. Það er svona fjöldaframleiddur matur. Þegar ég bjó út í París að þá var lax var mikið og það var mjög falleg fiskibúð sem var út á horni hjá mér. Og þar voru svona stór eldislaxarflögg og það stóð norskur lax. Og svo var til hliðar var íslensku þorskur seldur á svona 40% af verði eldislaxis og ég hugsaði ekki geta útgerðarmennirnir okkar verið klókir ef að einhverju helvítis eldislax seldur á 150% hærra verði heldur en villibráð úr sjónum inn í kring. Það er eitthvað sem hefur klikkað á í markasetningunni að ætti eldislax að vera dýrari en vildur þorskur. Á ekki geta gengið. Þannig er það, og ekki kannski bara útgerðarmönnum að kenna, en ég held að við mættum aðeins hugsa um það. Því það gerist ofta ef að þú hefur svona aðgengi af auðlundum að þú ert ekkert sérlega góður í því að fá hæsta verðið, því að þú færð nóg alveg upp við uppstripið. Til en Samherja fjölskyldan, hún fær bara nóg af því að hún þarf ekki að gera þetta mikið betur, Því hún er orðin, gríðalega auðug. En aðalfréttin í Bretlandi var náttúrulega hörmungar viðburður þar sem að fólk var drepið fyrir utan synagógu. Já, í Manchester. Já, 2 myrtir og 4 særðir. Þetta er einhver hryðjuverkamaður skilgreindur af lögreglunni í Bretlandi sem að fer þarna inn. Núna fer fram svona Jom Kippur sem er svona helgasti dagur í gyðinga og þetta fólk var þarna bara í synagógunni að biðja þegar að þessi manneskja kemur þarna inn og ætlar sér inn með stóran hníf. Það var fyrir áræðni þessara
þessara tveggja sem töpuðu lífinu að viðkomandi komst ekki inn í sínagóguna. Honum tókst ekki ætlunarverkið, hann ætlaði að drepa miklu fleiri. Og hann var drepinn eða ekki? Og hann var drepinn, hann var skotinn af lögreglu á staðnum. Og Keir Starmer og fleiri hafa kóngafólkið og hafa auðvitað harmað þennan atburð og talað gyðingahattur sé vaxandi. Netanyahu stökk einmitt á þennan vagn og sagði að hryðjuverkamönnum á borð við þá sem væru á Gaza, þeim væri gefin meiri slaki, þá myndi við þurfa að sjá svona árásir víðar. Og hvers vegna? Já, það er bara því að hann að kynda undir hann að segja að þetta fólk sé óvanandi. Hann að mörka lífið úr heilri þjóð. Já, hann vill meina það að hann sé að gera það fyrir okkur hin. Í gær sagði ykkur frá það kom í ljós svona rannsókn að löggan í Danmörku sinnir ekki kærum kvenna kynbundið ofbeldi eða eldi hrella og annað slíkt og dæmi að þeir hafa ekki svona opnað kærurnar eru bara lagðar í einhvern skúfuna og þannig að liggja þeir. Það þáttur á BBC sem heitir Unmasked sem var með rannsókn þar sem við vorum með faldar myndavélar og eitthvað fleira, það sem afhjúpa svona gegnumgangandi á lögreglustöðum bæði kvenfyrirlitningu og rasisma. Og sem styður það að konur upplifa að þeir fá ekki þjónustu hjá lögreglunni og við vitum það að með réttu og við vitum það líka að þú ert brúnn á litin eða einhvern veginn lítur ekki út fyrir að vera frá Sheffield að þá færðu allt öðruvísi út frekar tekin göttum úti og þetta byggir á því að lögreglan með fulla kvenfyrirlitningu og rasisma. Já, ég gaman að segja frá því að Hanna Björg Vilhjálmsdóttir kynjafræðingur og Þorsteinn Maffe Einarsson koma hérna eftir fréttir og ræða við mig um kynjafræðina og fordóma og annað. Ég er eftir rauðborðinu. Þessu er eitthvað fyllt eftir. Já. Strax. Varða rannsóknarsetur ASÍ og BSRB gerði könnun á afstöðu foreldrana til Kópavogsmódelsins, þess að foreldrar í Kópavogi sem eru með börna í dagvist og hafa fengið svona þessa skertu þjónustu sem þar veitt. Hún 6 tímanir ókeypis en þeir sem þurfa að nota meira þurfa að borga og tiltölulega hratt og bratt og þarna að foreldrar upplifi samviskubit og aukið álag og stöðuga tímapressu segir í þessari rannsókn. Ásdís bæjarstjóri, hún kom fram í Mogganum og svaraði sig og sagði að úrtakið væri of lítið og þannig hún vefengir. Þeir eru að skjóta sendubóðum bara. Leið á að kemur. Það auðveldasta leiðin út, bara að kenna öðrum Það skrýtna að á akkurat á sama degi að þá tilkynni Reykjavíkurborg að komi Reykjavíkurmódelið sem að einhver leyti svipað og að sömu leyti þeir að reyna að mæta þessu sama, bæði út af styttingu vinnuvíkunar og eitthvað fleira, að þá bara, það er svo erfitt að manna leikskólana, að það verður að reyna að finna einhverja leið að foreldrar noti leikskólan eins lítið hægt er. Þannig að Reykjavíkurborg ætlar að taka upp einhvern veginn svona, að ef þú notar að minna, þá borgar þú minna. En þeir eru með meiri svona tekjutengingu. Já, þeir sem eru með háar tekjur þeir borga og svona þetta eitthvað, við erum bara rétt búin að heyra ofan af þessu Einar Þorsteinsson var í Kastljósi í kvöld ekki ánægður með þetta. Það var ekki ánægður með þetta? Nei, það var mjög ánægður með þetta og var að taka dæmi og þá líklega tekjuherri hópnum að þetta þýðir hækkun þar því að ef þú ert kannski með sama tíma en ef barnið þitt 8 tíma í dagvist og þú ert með góðar tekjur að þá hækkar þú umtalsvert út af þessu en líklega gætur þú fengið sama ef þú væri bara með 6 tíma, þetta eitthvað svoleiðiskerfi en hann tók svona dæmi að það væri held ég að stökka úr 30.000 í 60.000 Svona líklega versta dæmi sem hann gætt fundið. Þetta var örugglega mikið deilt þetta á næstu dögum. Þeir sem eru ekki með mikil auraráð, eru með börnarninni og þau verða bara að vera í vinnunni sín í 8 tíma til að Það var bent á þegar Kópavogur byrjaði á þessu. Að láglauna fólk
einstæði foreldrar til dæmis að þeir geti ekki sko skipst á eða fært til vinnuna þannig að annað farið aðeins seinna og hitt koma aðeins fyrir skilur þannig að barni vinni bara 6 tíma einstæði foreldrar ráði ekki við það og ef þú ert á lágum launum að þá það dugar ekki eins og einvinna sko fullvinna. Nei, svo kom fram líka í þessu sko þessar umræðu að flest börnin eða hluti barnanna eru með lengri viðveru í leikskólunum heldur en starfsfólki. Ja, starfsfólkið er vendað. Pínu börn sko þau eru starfsfólkið er vendað út af styttingu vinnuvíkunar. En ekki börnin. En það kom nú fram þegar Sólveig Anna var hjá okkur á síðastliðinn sunnudag að hún taldi að stytting vinnuvíkunar hefði alls ekki gengið upp í Reykjavík. Ekki gagnvart ófaglæra hópnum sem er eflingafólkið. Og þetta er vandi að láta þetta ganga upp. Við skulum heyra hvernig umræðin þetta fer. Herðu, það var fleiri börn bíða eftir þjónustu í heilbrigðiskerfinu en áður, segir umboðsmaður barna. Já. Þetta er náttúrulega áhugavert fyrir þær sakir að við erum búin að vera að fjalla svolítið við þetta borð vanda barna með sko geðrænan og fíkni vanda og þessi endalausu loforð að einhverju verði breytt. Viðreisn fengu sína kosningu út á að laga geðheilbrigðiskerfið, sérstaklega Pólitískur ferill Ásmundar Einars svona síðustu 5-6 árin snerist þetta. Samt sem áður, þá virðist þetta bil bara lengjast og stækka og það segir okkur að mínum að þetta er 2 hluti að það er eitthvað mikið að þessu samfélagi börnum líður svona illa þau bara raðast endalaust inn á sko biðlista eftir geðrænni aðstoð en líka það að stjórnvöld er ekki að gera neitt. Þetta er bara svipa á sögum áðan umboðsmannsskuldara, það er ekkert sem grípur þegar eitthvað er að. Nei, og maður velti fyrir sig bara hvað í ósköpunum er þetta fólk að gera? Það eru endalausar, ég meina það eru okkur svona hersýningum hingað þangað heiminn, en það er enginn virðist vera að vinna í þágu barnanna. Þetta líta sér nær, segir Marja. Herðu, í Bandaríkjunum er náttúrulega aldrei ekki lokað. Það eru bara þeir sem að verða að mæti vinnuna út af einhverjum öryggishagsmunum sem í vinnunni. Það er náttúrulega mikið deilt þetta. Þetta er úr New York Post sem er svona skemmtilega hægri sinnað. Þarna því að deilan demókratar vilja ekki samþykkja frumvarpið vegna þess að þeir telja að það sé verið að henda út af sjúkratryggingum stórum hópum fólks og þetta muni bara drepa fólk. Ég held að séu með matum að bara 15.000 manns muni deyja bara út af þessu frumvarp okkur í mánuði. Og hægrið er alltaf að reyna að nappa þá og segja að þið viljið það sem að þið viljið ekki samþykkja frumvarpið vegna þess að þið viljið koma á heilbrigðistryggingu til ólöglegra innflytjenda og þetta snýst svolítið deilan svona óbyrgulega. Ég er að fá fréttina aftur af því að þeir eru að taka fulltrúadeildar þingmann sem heitir Maxine Waters og af því að hún er spurða af New York Post af hverju viljið ekki samþykkja frumvarpið. Það segja við viljum hafa heilbrigðisþjónustu fyrir alla og svo leggja þær út frá því að allir eru náttúrulega líka ólöglegir innflytjendur. En ég datt í að sýna ykkur þessa mynd að ég ætla alltaf að taka hana á Laufey og vil ekki láta hana uppi. Af því að það er eitt sem er merkilegt í Bandaríkjunum. Það er að stjórnmálafólkið er svo gamalt. Hvað er þessi kona svo gömul? Ég er kannski búin að segja ykkur það. Já, hún er á níræðisaldri. Hún er 87 ára gömul. Og hún er á þingi í fullu vinnu. Hefði átt að vera komin á eftirlaun fyrir 20 ára síðan. Þarna er svona að nýtað gamalt fólk í Bandaríkjunum. Veit ekki hvað þetta sé til eftirbreytni? Ég veit ekki alveg heldur. Það er Trump eða verða aftur ára á næsta ári. Herðu, en þarna er Washington Post, þeir segja sko að því að planið hjá Trump-stjórninni segja sumir að þeir ætla að hafa lokað smá tíma og nota tækifæri til þess að segja fólki og þarna er verið að benda á að öllu líkindum er það bara ólöglegt og mun ekki ganga. En það er talin vera eina ástæðan fyrir því að þeir eru ekki með neinn svona samkomulag. Annars verður vilja þeir láta draga það upp að demókratarnir vilji allt fyrir ólöglega innflytjendur að gera en hins vegar séu þeir að nota þetta sér svona niðurbrot opinberar þjónustu og það segir fólk. Herðu, einu prett í lokin Trump að hann vill að verði skilgreint að Bandaríkin séu í stríði við fíkniefnahópa. Já. Og
og það veitir náttúrulega forsetunum mikil völd. Þannig hefur nú verið að sprengja báta. Sem deilt hvort það hefur verið að smygla eða hvort það hefur bara verið ungt fólk að reyna að flýja til Bandaríkjanna frá Venezuela. Og hann var svo ánægður með það þegar hann heimsótti Karl Kóng í Bretlandi. Þá sagði hann við Keir Starmer að hann ætti að gera það saman, ætti að nota herinn til að sprengja upp flóttabátana sem eru á Ermarsundinu. Herðu, en við erum í Bandaríkjunum og ég ætla að koma með frétt hérna, þetta frá Oakland í Kaliforníu. Sko, þetta er Mercury News. Þetta er frétt Laufey okkar. Og hún var með tónleika þarna í körfuboltahöllinni í gær. Og það var uppfullt og þetta er bara svona gagnrýni það. Þótti alveg merkilegt að þetta er svo stór salur. Öllu líkið tekið þetta 30.000 áhorfendur. Þegar körfubolti þarna fer þetta vel yfir 20.000 og svo er náttúrulega selt á völlin gólfið sjálft, sko. Og það var verið að dásama þessu hvernig henni tókst að halda svona mjúkum feeling svona úr jazzklubbi í svona stórum sal og fekk alveg frábæra góða dóma. Ég fór að hugsa því að hún ætlar að vera með tónleika í Íslandi og það hefur nú komið fram að það kostar 50 skall miðinn á tónleika. Sem verður hérna í salnum. Og ég fór að velta fyrir mér í salnum, nei, það var ykkur stærri sal. Ekki salnum í Kópavogi. En ég var að, veit ég hvað, 30.000 sem 50.000 er. Kórnum fyrir ég. Það er 1,5 milljarður. Það er 1,5 milljarður. Tekinar á einu kvöldi. Svo kemur fram í fréttinu, hún er farið til San Francisco. Og það er aðeins minni salur, hann tekur ekki nema rétt rúmlega 20.000, þannig að þar fær hún svona milljarði í viðbót inn, hún færði ekki alltaf allt í vasan. Nei, þetta fer í að breyta þessu venju í jazzklúbb. En líklega er Laufey, sko, eitt af stærri fyrirtæki landsins í dag. Já, ég myndi halda að það er rosalega útgerð í... Þetta er alveg útrúlegt, sko, hvað við eigum að hæfu fólki, þetta er alveg... Já, það er mikið, og það er hún er auðvitað bara orðið fyrirtæki og hún er með mikið af fólki í vinnu og það er alveg, ég fór nú einu svona túr með frægri rockhljómsveit og það var alveg ótrúlegt hvað það var svona valinn maður í hverju horni, það er að hugsa einhverju einasta smáatriði. Já, hún tekur þetta ekki allt í vasan hann að 1,5 milljarð. En mér fannst þetta hátala, finnst þau ekki hátala að innkoman sé svona mikil á einu kvöldi, þetta er aðeins. Já, þetta er svo stórt. Mér finnst að við höfum að efla bara tónlistarnámið og setja fleiri þann út. Já, því er ég sammála. Og skattleggja það vel. Skattleggja það vel. Svo við getum að vinna. Já, en ef hún er að gera gott mót, þá finnst Eflingu forsetið ASÍ ekki verið að gera gott mót. Já, hvað gerir það? Nei, þetta er áhugavert. Þau er að segja að þegar hann er að túlka niðurstöðu vörðu sem við fjöllum, sem að kemur í 70% launafólks hefur það ágætt, en 30% hefur það bara mjög slæmt. Og þá fer hann að tala að þetta séu mikið til innflytjendur og fer að tala svona eins og þau geti lyft sér sjálf svona með því að fara í meiri menntun og viðurkenndu menntun þeirra og eitthvað fleira. Já, hann talar einmitt að það þurfi að tryggja menntun og innflytjenda sem menntuna fullu og svo talar hann einnig skort á íslensku kunnáttu og það sé ástæða fyrir því að þau hafi verra tengslanett sem er svo það sem hjálpar þér að ná kannski betri stöðu inn á vinnumarkaði. En Efling gagnrýnir þessi orð. Efling allar að slöfunum. Þessi fíni maður. Já, hann er náttúrulega svona bráðabirgða forseti. Ég veit það. Og það þú getur verið svona fín maður en verið með kolvillasa pólitík. Já. Herðu, FF7 er miðill sem að, eins og ég segi stundum, einu sem túristi, að því að við erum með svona fréttúr fluginu. Þeir eru bara að tína saman að heildarverðmæti hlutafjárútboðsplay voru 17 milljarðar sem að náttúrulega fóru. Pluss þessi 2,3 milljarðar og það er engar eignir eftir í þessu. Þannig að þeir brendu 20 milljarðar. Ég var hugsa Laufey í þessu samhengi. Þannig að hún þurfti að halda, hún er með 5 tónleika í Kaliforníu. Hún gæti bjarga play. Helmingnum af þessu. Já. Það er svona næst í helmingum.
Já, hún bara tegur hérna, þú veist, það er bara 10 tónleikar og hérna, hún á bara bleik. Nei, þetta er hérna velgengni hennar, en þetta er eitthvað skrítið, sko. Nú, já, hann hérna, það hefur verið að benda á það, hugsanlega hafi verið, hann Sveinn Andri var í fréttunum að segja, sem er skiptastjóri í Vá. Hann var að segja að þetta væri kennitöluflagg, bara típisk kennitöluflagg, þar sem að fyrirtæki, eða eignirnar voru fluttar í dótturfyrirtæki út á Möltu sem að eigendurnir í skuldabrjóðútboðinu eiga núna. En hann kemur hérna forstjórinn og fyrrum aðaleigandi. Hann segir að þetta sé alltaf misskilningi byggt. Bíðum bara. Bíðum hvernig það kemur. Herðu, hérna er á miðjunni sem er hérna fréttamiðl. Ríkisstjórnin hýrudregur kirkjuna, það er svo sjómar að við skrifa þetta. Það er Diljá Mist var að benda á það að sko, ríkissjóður innheimtir sóknargjöldin en skilar þeim ekki öllum tilbaka. Þetta er svo bara eins og bensínskattir, sko, og skilur honum ekki að ná að fara í samgöngur en þarna er ríkisstjórnin... Er það virkilega þannig? Ég veit að þeir innheimta sko sóknargjöld á öllum, en ef að þú ert ekki í neinu trúfélagi eða lífsskoðunarfélagi eins og heitir, þá hérna dettur það bara inn í ríkissjóð. Og það er svona milljarður. Fólk, í gamla daga var okkur alltaf sagt, sko, ef þú gengur út á þjóðkirkjunni, þá fara peningar til háskólans. En það er löngu liðið, sko. Ég veit það. Þannig að þeir sem er ekki trúfélagi... Það bara, þeir skila minna, en hann er innheimta. Já, er það ekki út af þessu sem ég er að segja? Nei, það kom ekki fram í þessu sem ég las. En ég held að fólk ætti að hugsa þetta sem að er ekki neinu trúfélagi, að hvort þau viljið styðja annan Daða í fjármálaráðuneytinu, eða hvort þau getur fundið eitthvað lífsskoðunarfélag eða eitthvað. En Daði er nú svona framlenging af okkur, sko. Já. En þú getur, að því að þú hefur þarna til ráðstöfunar, ég held að sé svona 14 skall. En svona ætti líka útaskaldið að vera, sko. En þá getur við kannski fengið eitthvað að því. Já, þá geti ég til dæmis, við getum bara ráðstafið sjálf hvert við viljum láta það fara. Kannski verður það eitthvað. Það er Ríkisútvarpið með alla sína milljarða, að það kemur núna bara hjálp að þá vantar 120 milljónir sem erum konið fram yfir. Ótrúlegt. Ég væri til í að sjá hvernig það er rekið. Það er úr Morgunblaðinu í morgun að þar er fyrirverandi forseti. Varum fyrirlestur á Alþingi. Hann var að segja að Alþingi hefði eyðilagt eða eyðileggi virðingu sína með þessu málþófi, að það væri liður í því að auka virðingu Alþingis að sleppa því. Mér finnst þannig að sko myndin mér þetta svo skemmtilega klæddur í þetta sittum út á götu. Ég myndi vilja eiga þess að peysu þetta vesti, þetta er alveg vestamlitirnir. Já, þetta er vestamlitirnir, það er rétt. Hann er í vestamvesti. Já, við erum líka, það er í vestam, sko. En ég ætla að segja ykkur frétt hérna frá LA Times. Það er hérna fyrir nokkrum árum að þá var gerð svona sátt í stæðsta svona kynferðis misnotkunarmáli í Bandaríkjunum. Og það snerist svona barnaverndar-kerfið í LA. Það voru 11.000 manns sem voru með kröfur og sögðust það var verið beittir misnotkun og það var ekki sátt og það var upp á, ég held að sé svona nálægt 480 milljörðum íslenskar króna sem var deilt út, sem að þýði það að hver fekk svona meðaltali 44 milljónir. Í sanngirnisbætur. Nú hefur komið ljós að sko yfir fjórðungurinn af þessum 11.000 komið frá sömu lögmannsstofunni sem að fór og safnaði fólki til þess að vera með í þessu, fór á það sem að fólk var að biðja mat svona, yfir matargjafir eins og samhjálp, það líka í Bandaríkjunum þá fyrir fólk og gefur blóð og fær pening, þannig að þeir fóru í slíka raðir til þess að fá fólk til þess að koma inn og gera kröfur. Og nú er þetta orðið risa svikamál, af því að í Bandaríkjunum er það þannig að ef þú rekur svona mál sem lögmaður, þá tekur þú kannski helminginn af öllum peningunum, sko. Þannig að þessu 43 milljónir sem að þú fyrst útlutað, það kannski færð þú bara 20 af því annað fyrir til lögmannsins og fleira. Þannig að þetta er merkilegt mál. En af því þetta er svona mál sem að gæti tengst svona svikamáli, tengst ásökunum kynferðislega misnotkun, þá er frétt úr Boston Globe að þar er verið að þetta er Spotlight, það muni ekki bíómyndinni Spotlight sem að fjallaði þessar deildinni á Boston Globe sem að voru að afhjúpa kynferðislega misnotkun klerka
mjög algjörlega frábær mynd. Þetta heitir bara Kastljós sem þeir eru með þarna. Og þeir eru þarna að afhjúpa einn lækni sem að braut gegn 250 sjúklingum sínum, þeir sem að komu til grindarbotnar meðferðar hjá honum. Já. Herðu, ég vil ekki bara fara í síðustu fréttina sem að er Óra fiskibúðing. Þetta stór mál. Það hefur komið fram að hann hefur skipt lit, eins og var hann hvítur, eða svona, hvað myndum að segja, rjómalitaður. Já. Það var ekki alveg hvítur, ekki skjannahvítur, svona rjómalitaður, eða ekki? Já, þeir eru kokkur maður og steikti mikið þessu. Þetta er herramannsmatur. En þykir það ekki lengur? Nei, það er ekki komið fyrir hann. Þetta er íslenskt tofu, getur við sagt. Þetta er svipað áferð og tofu. Þetta er úr fiski. En þetta er náttúrulega ekki framleitt á Íslandi lengur, eða? Þetta var allan að komið út, Já, ég sá nú einhverja kenningar að það væri búið að blanda laxi í þennan mat. Afskurðinum. Já. Það er eldislaxin. Já. En þannig sést orðin gulur. Og fólk er ekki annað. Hann var með punkt til að gera þetta og hann lítur á að punkt til að gera þetta tilbaka. Þannig skilur að punktin eftir hann einhverstað. Ég keypti fiskibólur, ég man ekki hvað er langt síðan. Af því að stundum fær maður svona eitthvað nostalgíu, vill pröfa eitthvað sem maður var í gamla daga. En ég hef stundum staðið fyrir þetta fiskibúðingin, af því ég man að það var steiktur og svo var svona stundur laukur með og hvíta kartöflur bara. Vel svissaður laukur. Vel svissaður laukur. En ég hef alltaf brostu kjark einhvern veginn fyrir framan þessar dósir. Ég held ég hef ekki borðað fiskibúðing úr dós í svona 30 ár. Já, ég átnaði ekki þessu sjónum. En ef við höfum einhvern tímann mötuneyndi hérna á samstöðinni sem mun kannski verða einhvern tímann þegar við erum stórveldi, að þá munum við fiskibúðing. Já, þá erum við fiskibúðing í dós. Fiskibúðing í dós. Já, eitthvað er stefnað. Sigurjón og María, takk fyrir að fara með yfir fréttirnar. Hérna framundan er rauðaborðið. Ég minn ykkur á sem að rauðaborðið framundan. En ef þú ert að horfa á YouTube eða Facebook, þá verður að finna nýjan straum. Ef þú ert að horfa í sjónvarpinu og hlusta í útvarpinu, þá engar áhyggjur af það, rauðaborðið er framundan. Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.